Góðan og blessaðan daginn, ágætu landsmenn, og við óskum ykkur innilega gleðilegra jóla. Við heilsum ykkur héðan úr Grundarkirkju í Eyjafjarðarsveit, en hátíðarmessan í dag er samstarfsverkefni Þjóðkirkjunnar á Norðausturlandi. Þó ekki geti komið í stað þess að gleðjast saman og lofa Guð í samfélagi við annað fólk, þá er það von okkar að þessi útsending megi færa þér fagnaðarboðskap jólanna heim í stofu. Það eru fjölmörg sem gleðja okkur með tali og tónum á þessum helga degi. Við fáum inni í Möðruvallakirkju og Svalbarðskirkju, sem og Akureyrar, Glerár og Dalvíkurkirkju, en kórarnir þar annast sönginn undir stjórn sinna organista. Auk þess mun kirkjukór Laugalandsprestakarls undir stjórn Þorvaldar Arnar Davíðssonar syngja hátíðasöng séra Bjarna Þorsteinssonar hér í Grundarkirkju. En við skulum hefja stundin í dag á því að merka okkur kærleika Krists og það gerum við með því að signa okkur. Og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Og við biðjum saman: Drottinn, ég er komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð Faðir skapari minn, þú Drottinn Jesús frelsari minn, þú heilagi Andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú loðgjörð mína og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krist, að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen.
Drottinn sé með yður. Og með þínu anda. Látum oss biðja, gæskuríki himneski Faðir, þú sem af einskærri nálgast oss þinn eingetinn son, sendu oss þinn heilaga anda, svo að vér með tökum Jesú fúslega í hjörtum
vor og verðum sáluhólpir fyrir þennan þinn elskulega son, Jesú Krist vor drottinn, sem með þér lifir og ríkir, í einingu heilags anda, sannur Guð, frá eilíð til eilíðar. Ég les úr spádómsbók Jesaja. Gangið út, já gangið út hliðin, greiðið götu þjóðarinnar. Leggið braut, ryðjið grjótinu burt, reisið merki fyrir þjóðirnar. Sjá, drottinn hefur kunngjört allt til endimarka jarðar. Segi dótturinni Síón, sjá, hjálpræðið þitt kemur. Sjá, sigurlaun hans fylgja honum og fengur hans fer fyrir honum. Þeir verða nefndir heilagur lýður, hinnir endurleistu drottins og þú kölluð hinn eftirsótta, borgin sem aldrei verður yfirgefin. Þannig hljóðar hið heilaga orð, Guði sé þakkagjörð. Ég les úr Títusarbréfinu. En gæska Guðs frelsara vors birtist og elska hans til mannanna, þá frelsaði hann oss, ekki vegna réttlætisverkana sem vér höfðum unnið, heldur samkvæmt miskunn sinni í þeirri laug þar sem vér endurfæðumst og heilagur andi gjörir oss ný. Hann úthelti anda sínum yfir oss ríkulega fyrir Jesú Krist frelsara vorn, til þess að vér, réttlætt fyrir náð hans, yrðum í voninni erfingjar eilífs lífs. Þannig hljóðar hið heilaga orð, dýrð sé þér drottinn.
Guðspjallið skrifar, Guðspjallamaðurinn Jóhannes. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allt var til fyrir hann, án hans var ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Maður kom fram sendur af Guði. Hann hét Jóhannes. Hann kom til vitnisburðar að vitna ljósið og vekja alla til trúar á það. Ekki var hann ljósið, hann kom til að vitna ljósið. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurinn var orðinn til fyrir hann, en heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigið fólk tók ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn, þeim sem trúa á nafn hans. Þau urðu ekki til á náttúrulegan hátt, né af vilja manns, heldur eru þau af Guði fædd. Og orðið varð hold, hann bjó með oss fullur náðar og sannleika, og við sáum dýrð hans. Dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Lof sé þér Kristur. Fylgir svo hinn fríða
heilagt jólaguðspjall eins og það stendur hjá Lúkasi guðspjallamanni. En það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústusi keisara að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gerð þá Kýriníus var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þó allir til að láta skrásetja sig, hver til sinna borgar. Það fór og Jósef úr Galileu frá borginni Nasaret upp til Júdeu til borgar Davís sem heitir Betlehem, en hann var af ætt og kyni Davís, að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni sem var þunguð. En meðan þau voru þar kom sá tími hún skyldi verða léttari. Fæddi hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði hann í jötu af því að eigi var rúm fyrir þau í gistihúsi. En í sömu byggð voru hirðar út í haga og gættu nóttina hjarða sinnar. Og engill drottins stóð hjá þeim og dýrð drottins ljómaði í kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir, en engillinn sagði við þá: verið óhræddir, því sjá, ég boði yður mikinn fögnuð sem veitast mun öllum lýðnum. Yður í dag frelsari fæddur sem Kristur drottinn í borg Davís. Og hafið þetta til marks, þér muni finna ungbarn, reifað og liggjandi í jötu. Og í sömu svipan var með englinum fjöldi himneskra hersveita sem lofuðu Guð og sögðu: dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun Guðs yfir mönnunum. Þegar englarnir voru farnir frá þeim til himins, sögðu hirðarnir sín á milli: förum beint til Betlehem að sjá það sem gerst hefur og drottinn hefur kunngjört okkur. Og þeir fóru með skyndi og fundu Maríu og Jósef og ungbarnið sem lá í jötu. Þegar þeir sáu það, skýrðu þeir frá því þeim hafi verið sagt barn þetta. Og allir sem heyrðu undruðust það hirðarnir sögðu þeim. En María geymdi allt þetta í hjarta sér og hugleiddi það. Og hirðarnir snéru aftur og vegsömuðu Guð og lofuðu hann fyrir það sem þeir hefðu séð og heyrt, en allt var það eins og þeim hafi verið sagt. Þannig hljóðar heilagt orð, sæl eru þau sem heyra Guðs orð og varðveita það. Við skulum biðja. Þigg, Guð minn Faðir, hug og hönd, mitt hjarta, vilja, líf og önd, svo blessuð boð þín geymi, að treysta, hlýða, þóknast þér, sé 1000 sinnum dýrra mér, en fylgja hold og heimi. Amen. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Kæru vinir, gleðileg jól. Já, við söfnumst saman til guðsþjónustu, fyrir framan sjónvarpið, tölvuna, spjaldtölvuna eða snjallsíman. Já, við söfnumst saman á þessum undarlegu tímum í undrun og þakklæti til Guðs. Þar sem við gleðjumst yfir kærleika hans og mætti. Já, við söfnumst saman og saminumst yfir stórkostlegu undri. Barn oss fætt. Hann var algjört kraftaverk, á nákvæmlega sama hátt og öll nýfædd börn eru. Kraftaverk. Og í Lúkasa guðspjalli heyrðum við frásögnina af fæðingu hans. Þar heyrðum við lítinn dreng sem fæddist í fjárhúsi og við heyrðum það hvernig fjöldi himneskra herskara söng Guði lof og dýrð. Og við heyrðum hirðana sem fyrstir fengu að heyra gleðiboðskapinn, sem síðan hefur breytt lífi alls mannkyns. Yður í dag frelsari fæddur sem Kristur drottinn í borg Davís. Já, það varla hægt að tjá þetta á fallegri og einfaldari hátt. Og núna höldum við jól. Tími aðventunnar liðinn. Jóla undirbúningurinn yfirstaðinn. Það eru heilög jól. Flest við búin að opna gjafirnar, búin að lesa á jólakortin og vonandi sluppu allir við það að lenda í jólakettinum. Já, eftir sitjum við og enn í huga okkar ríkir gleði og eftirvænting og áhrif gærdagsins og gærkveldsins. Áhrif jólana og jólahefðana. Og kannski einnig eftirköst þess
að hafa ef til vill borðað aðeins svo mikið. En smá sletta af frómas í morgumat núna árdegis, það ekki bara í lagi svona einu sinni á ári? Og nóg á konfekt með. Já, jólin eru dásamleg hátíð. Hátíð eftirvæntingar, hátíð óska og hátíð drauma. Börnin dreymir stórkostlegar jólagjafir og samveru fjölskyldunar. Og hinn fullorðnu flest dreymir einnig það að verja tíma saman með öðrum, að eiga góða daga saman og gera vel við sig í kræsingum og jafnvel upplifa jólafriðin á sérstakan hátt. Já, því að við berum öll draumana okkar, óskirnar okkar og þrár inn í jólaháttíðina. Alveg frá því einhvern tímann seint í nóvember, þegar við byrjum á því að reyna að greiða úr jólaseríunni sem átti að fara á tréð út í garði, já, frá því að við tendruðum ljós til þess að lýsa upp skammdegið, þá berum við fram draumana okkar birtu, frið og samveru. Drauminn að allir hafi það gott. Og það vissulega hægt að segja og óhætt að segja að þessi jólaundirbúningstími núna í ár, aðventan, var alls ekki eins og við eigum að venjast vegna COVID. Og kannski fundum við einmitt þess vegna ennþá sterkar en áður fyrir draumum okkar samverustundir með öðrum, fjölskyldu, vinum, vinnufjölugum eða jafnvel bara ókunnugum. Já, það eiginlega svolítið skrítið að sakna þess að geta ekki snúið sér að næstu ókunnugu manneskju út í búð og farið að spjalla á þess að þurfa að kalla það yfir alla búðina út af fjarlægðamörkum. Það var nefnilega hálf kjánalegt þegar ég pröfaði það á Glerártorgi núna á dögunum. Já, á þessu ferðalagi okkar inn í aðventuna, þar sem við bárum með okkur draumana okkar, þá á vissan hátt má segja að við fylgdum eftir vitringunum 3 sem fylgja eftir leiðarljósi á himni, stjörnu einni, sem skal vísa þeim veginn til hins nýfædda konungs, konungsins sem þá dreymir að fá að hitta og votta virðingu sína með gjöfum. Og á sama hátt eru við með draumana okkar og þrár, einnig í félagsskap með fjárhirðunum úti á Betlehemsvöllum, þar sem þeir hafa einnig upplifað eitthvað sem hlýtur að hafa verið nánast draumi líkast, englasöngur og himneskt ljós miðja nótt. Og draumarnir okkar bera okkur svo inn í fjárhúsið, að jötunni. Já, draumarnir bera okkur að litlu nýfæddu barni, kraftaverki, upphafið að því sem koma skal. Og í fjárhúsinu allt kyrrt og rótt. Hinn nýbakaða móðir hvílir sig og barnið sefur vært. Hirðarnir hafa snúið tilbaka til hjarðar sinnar, en vitringarnir ekki ennþá komnir á leiðarenda og Jósef andvarpar feginn. Ángist föðurins yfir öllum áhyggjum þeim sem hann ber með sér, fyrir konu sinni og nýfæddu barni, já, þeim sem hann ann mest af öllum. Þessum áhyggjum skipt út með gleði, fögnuði og þakklæti yfir þessu litla og fagra lífi sem honum falið að hlúa að og vernda. Og hann dreymir að drengurinn fái bara að vaksa og lifa. En hvaða drauma skyldi barnið hafa? Það sem það hvílir í hlýjunni við brjóst móður sinnar. Já, hvað meira getur það óskað sér en elskandi, kærleiksríka foreldra? Og á þessu augnabliki, þar sem friðurinn og kyrrðin alger, hægt þá að óska sér einhvers meira, dreyma eitthvað annað. Í 1. kafla Jóhannesar Guðspjalls, sem lesið var fyrir okkur hér áðan, stendur: Hann var í upphafi hjá Guði, allt varð til fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til er. Já, jólin bera okkur, mig og þig, inn í drauma og óskir Guðs. Óskir og þrár Guðs
til handa veröldinni við sköpun heimsins. Hverjir voru draumar Guðs þegar hann setti stjörnurnar á festingu himins? Já, hverjir voru draumar Guðs þegar allt skyndilega iðaði að lífi í lofti, láð og legi? Já, hverjir voru draumar Guðs við fyrsta sólarlagið eða þegar mannsins börn léku sér á ströndinni í fyrsta sinn? Já, hvað dreymdi Guð fyrir veröldina, fyrir heiminn sem hann skapaði? Hvers óskaði Guð? Jesúbarnið sýnir okkur inn í drauma, óskir og þrár Guðs, því að Jesús var þar þegar sköpunin átti sér stað. Heimurinn varð til við það að Guð skapaði hann með orði sínu. Og í upphafi Jóhannesarguðspjalls segir okkur að það einmitt Jesús sem þetta orð, þetta skapandi orð. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Já, svona byrjar Guðspjallið hjá Jóhannesi. Jesús var í upphafi hjá Guði. Og í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því, heldur Guðspjallamaðurinn Jóhannes áfram. Í hjörtum okkar, þá höfum við þekkt hann alla tíð, því að hann alltaf hér hjá okkur. Þegar við tendrum ljós, þegar við þráum von, þegar við finnum og trúum því og treystum, og í það minnsta vonum, að ljósið ná að lýsa upp myrkrið, já að lífið sé sterkar en dauðinn, þá finnum við Drottinn, því hann alltaf nærri. Þess vegna þurfum við, ég og þú, á því að halda að fara inn í fjárhúsið, fara að jötunni og upplifa meðvitað í hjarta okkar þetta stórkostlega undur jólanna, að Guð, hinn almáttugi, kemur til okkar í litlu nýfæddu barni, sem algjörlega háð ást og kærleika þeirra sem að því standa. Já, þannig getum við sagt að öll veröldin sé borin uppi af draumi og þrá. Draumi sem smám saman verður greinilegri og skýrari eftir því sem barnið vex og stækkar. Já, því barnið í jötunni ber með sér draum Guðs og leið okkar drauma. Því framtíð ljóssins, framtíð ástarinnar og kærleikans, já, framtíð lífsins liggur þar. Framtíð okkar, mín og þín, liggur þar. Núna tími jólahátíðarinnar, tími til þess að hvíla í nærveru og kærleika Guðs. Farðu inn í fjárhúsið og upplifðu hvernig allt þetta byrjar í einfaldleika sínum. Og leyfðu barninu í jötunni ljúka upp fyrir þér hinum sanna og rétta boðskap jólanna. Að í dag upphaf þess að draumar Guðs fyrir veröldina rætast. Upphaf þess byrjar í dag. Það byrjar í þínu hjarta. Því hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Dýr sé Guði föður og syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi og verða mun aldir alda. Amen. Takið postulegri blessun. Náðin Drottins vors Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé og veri með okkur öllum. Í Jesú nafni. Amen. Gleðileg jól.
Algóði Guð, gjafari allra góðra hluta og upphaf gleðinar. Hjá þér eigum við styrk og athvarf í kirkju þinni. Með fæðingu Jesú barnsins sendir þú bjartan geisla inn í myrkur jarðar. Gefa þetta ljós, lýsi einnig hjá okkur. Lát það geisla í öllu sem við gerum, svo að við megum tigna þig og tilbiðja að eilífu. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Þú verndari okkar og skapari, við þökkum þér fyrir landið sem þú hefur gefið okkur og biðjum þig að blessa íslensku þjóðina, nú sérlega á yfirstandandi jólaháttíð og ætíð. Að við öll förum varlega gleðinar dyr, varðveit frelsi þjóðarinnar, efla eindrægni og allt sem til farsældar horfir. Blessa forsetavorn og ríkisstjórn, alþingi og dómstóla. Við öll sem hafa vanda að gegna árvekni og vitsmuni og stýra ráðum þeirra til góðs. Gef okkur öllum náð til að lifa og starfa í hlýðni, nú á þessum fordæmalausum tímum, við þinn heilaga vilja. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Algóði skapari, við þökkum þér fyrir gjafir jarðar. Af jörðu erum við komin og allt sem við þörfnumst, njótum og eigum, þiggjum við frá móður jörð. Vaktu yfir auðlindum okkar og gef okkur visku til að nýta þær af hógværð og skynsemi. Efldu hugvit okkar og nýsköpun, að við getum byggt upp sanngjarnt og gott samfélag, með tækifærum fyrir okkur öll til að lifa góðu lífi. Vertu með okkur í störfum okkar til sjávar og sveita, í bæjum og borgum og gefðu þeim sem mist hafa störf sín, von og trú að þú munir leiða þau áfram til bjartari tíma. Við biðjum fyrir öllum þeim sem ferðast loft, láð og lög, ger veg þeirra beinan, styrk hendur þeirra og huga og komdu þeim örugum á áfangastað. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Guð elsku og umhyggju, hjálpa og styð þau öll sem glíma við sjúkdóma og eða afleiðingar slysa. Gef þeim þrautseigju og æðruleysi og sendu engla þína til að vaka yfir þeim. Megi heilagur andi umvefja ljósi kærleikans öll þau sem að dvelja á sjúkrahúsum eða öðrum heilbrigðisstofnunum. Og blessa þú, lifandi Drottinn, sérstaklega allt heilbrigðis starfsfólk. Og kom þú, andi huggunar, til þeirra sem syrgja nú jól, hugga þau og styrk í trúnni. Vek hjá þeim von og traust og lát þau fá að reyna að þú bjargar og blessar. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Eilífi Faðir, þú sem ert uppspretta alls andlegs og tímalegs friðar. Við biðjum þig frið meðal stétta og þjóða, nú í alheimsfaraldri. Stöðva og hindra þær hörmungar sem eru afleiðingar af faraldrinum, lækna styrk og hugga alla þá sem eigum sárt að binda, já og mannkynið allt. Gef oss öllum þann sanna frið hjartans nú á heilari jólaháttíð sem veröldin megnar hvorki að gefa né taka. Svo við megum lifa eftir þínum boðum í ljósi og frelsi sannleikans, örugg og óhult fyrir hvers kyns ógn og voða. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Guð kærleika, ljós og vonar, gefðu að jólaháttíðin næri sál okkar, huga og hjarta. Leyfðu okkur að staldra við, anda djúpt og finna til þakklætis.
Gefðu að við megum öll upplifa hlýjuna sem barnið í Betlehem færir heiminum og sjá hvernig trúin eflir líf okkar, gefur æðruleysi, von og styrk inn í allar aðstæður. Vertu með öllum sem upplifa einsemd, kvíða eða vanlíðan jólin, leif þeim að finna nærveru þína og þann kærleik sem þú gefur. Við þökkum þér að þrátt fyrir allt, þá koma alltaf jól. Að mitt í myrkasta skammdeginu kveikir þú vonarljós sem lýsir okkur veginn í gegnum lífið. Og allar okkar bænir og allt sem við berum í brjósti felum við í bænina sem Jesús kendi og við segjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldinautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Lyftum hjörtum vorum til himins. Velum þau til drottins. Látum oss þakka drottni Guði Drottins